Já. Mér þykir mjög leiðilegt að þurfa að segja þér þetta, en í ljósi undangengina atburða og samdráttar í fyrirtækinu, þá er bara komið að þér núna. Og mér þykir þetta mjög leiðilegt, en þú ert rekinn. Er ég hvað, segirðu? Þú ert rekinn. Já. Og hvað þýðir það? Það þýðir ekkert annað en það að þú ert rekinn. Já. Ég þakka þér bara kærlega fyrir. Já, þakka þér, sömuleiðis. Jæja, hvað sagði hann? Þetta var nú eitthvað furðulegt, maður. Nú hvað? Hann var bara eitthvað skrítinn, þessi maður. Hvað sagði hann? Hann sagði ég væri dreki. Sagði hann það? Já, þú ert drekinn, sagði hann. Hann kallaði mig dreka. Furðulegt, maður. Nákvæmlega það sama og hann kallaði mig í síðustu viku. Förum að vinna. Já. Komið sæl og verið velkomin í þennan fyrsta fóstbræðraþátt. Þetta stef sem ég heyri hérna undir, þetta er lagið okkar. Þetta er fóstbræðralagið. Og ef mér skjátlast ekki þá eigið þið nú eflaust eftir að vera hummandi þetta lag svona fyrir munn ykkar á næstu vikum. Ég heiti Sigurjón Kjartansson og það er kannski best að þið kynnið ykkur bara sjálf. Hilmir Snær Guðnason, gaman. Benedikt Elvinsson, gott að sjá okkur svona mörg. Helga Braga, hæ. Jón Gnarr, vonandi skemmtið ykkur vel. Já, ég heiti Halldór og ég er sölumaður. Stundum kallaður sölumaður dauðans. Sel eiturlyf. Ég tek daginn snemma til að ná svona morguntrafíkinni. Eiturlyf! Eiturlyf! Fáðu ykkur eitthvað örvandi fyrir annar saman dag. Amfetamin. Hass. Í þessu starfi þarf maður sífellt að vera á verði. Því að allstaðar geta leynst óeinkennisklæddir og dulbúnir lögregluþjónar. En þegar ég finn að það er farið að þrengja að mér niður í bæ þá geng ég í hús og reyna að selja þar. Góðan daginn. Já, góðan daginn. Ég er hérna að selja eiturlyf. Já, heyrðu, nei, veistu að ég er bara ekki efni á því núna. Nei, allt í lagi. Takk. Ok. Já, gengur svona upp og ofan. Sumir taka manni vel en aðrir eru kannski blankir. Góðan daginn. Góðan daginn. Ég er hérna að selja eiturlyf.
Já, ertu nokkuð með gott amfetamín? Já, ég er einmitt með mjög gott amfetamín hérna í töfluformi, mjög hreint efni. Já, það líst mér vel á. Er það á góðu verði? Já, það er á mjög góðu verði. Ég er líka með svona amfetamín tilboð núna. Svo er ég líka með svona sett af alls konar eiturlyfjum, svona byrjendapakka. Já, það hljómar ansi hreint freistandi. Það er yfirleitt mjög einmanalegt að koma heim á kvöldin. En það er þó ákveðið öryggi að vita af því að löggan vaktar húsið massa. Góða nótt, strákar. Bandaríska ruðningsboltahetjan og leikarinn O.J. Simpson var dæmdur til þess að greiða 600 milljónir íslenskra króna í skaðabætur. Og ég var svona veltaði fyrir mér, sko, af hverju íslenskar krónur? Hvaðan fær O.J. Simpson svona mikið af íslenskum peningum? Gott veður ekki satt? Jú, það er gott viður. Það er sól og Líða. heyrðu, fuglarnir. Já. Við erum hérna úti í græna grasinu og náttúrunni. Já. Ekki ná einhverju hvítri, dauðri stofu. Nei. Þess vegna vil ég bara að þú slakir á. Já, slaka. Njótir þess að vera hérna. Settu hökuna niður, svona. Alveg svona niður. Þannig að skiljist ekki það sem þú segir. Tunguna svona út, svona. Slaka tunguna niður, já. Allt hlutina. Slaka. Og augun áttir í rólegheitin, slaka, slaka, allt slaka, og kysstu mig. Nei, hvað er þetta? Ég ætla ekki að kyssa þig. Nei, fyrirgefðu, slaka bara, slaka. Ég ætla ekki að kyssa þig. Slaka, ekki eðilja, slaka. Hérðin, náttúran. Já, slaka bara, treystu mig, slaka. Alveg slaka, alveg slaka. Alveg Slaka dýrðinni. Slaka. Og kissa mig. Nei, ég kissa þig. Nei, slaka bara, slaka. Slaka, svona já. Róleg. Róleg, ekki sofnaleg. Slaka og kissa mig. Svona já. Hvað er þetta? Ég ætlaði ekki að kyssa þig. Hvað er ég búinn að gera? Þetta slaka. Já, góðan daginn, læknir. Góðan daginn. Hvað get ég gert fyrir þig? Já, ég er búinn að vera svolítið lengi á leiðinni, en svo er mál með vexti að mér finnst svona svolítið, já, þetta er nú kannski paranoia hjá mér, en mér finnst svona svolítið, eins og það sé svona svolítið farið að þynnast á mér hárið. Að þynnast? Hárið? Já, sko, nú er ég með mjög þykkt hár og svo því ég núna renni kannski fingurunum núna svo gegnum lubbann, þá finnst mér svona eins og það sé aðeins farið að þynnast, ekki mikið, bara örlítið. Jáhá. Já, sem sagt bróðir minn, hann fór að missa hárið fyrir nokkru og er orðinn alveg sköllóttur. Og ég vil nú ekki enda eins og hann. Sem sagt, alltaf vil ég fyrirbyggja það, sem sagt. Og sem sagt, átt þú kannski eitthvað krem eða sjampó eða eitthvað? Nei, ég er nú ansi hræddur að það sé lítið til að slíku. En hvað finnst þér að því að vera sköllótt? Það er svo sem ekkert að því. Það er bara... Það hentar sjálfsagt einhverjum. Það er bara ekki ég. En nú voru mörg af stórmennum sögunar sköllótt. Lenín og Cæsar og fleiri voru sköllóttir. Ég get ekki horft framan í sköllóttan mann. Nei, ég hef ekki talað við bróður minn í 2 ár. Ég vorkenni honum svo. Svo ég greiði svo mikil afneitun. Já, viðurkennir hann ekki að hann sé sköllóttur? Jú, hún bara finnst það flott. Sá er skrítinn. Herðu, skulum kíkja aðeins á þetta.
Ég er hérna með skeið. Já. Og þú finnur hérna að hún er köld. Já, hún er alveg ísköld. En þú finnur ekki núna hvað hún er köld. Nei. Nei. Það er vegna þess að hárið er á milli. Hvað finnur þú núna? Ekkert. Hárið er á milli. Ég veit ekki hvernig ég á að segja þér þetta. Ég vil ekki særa þig, eða eitt slíkt, en ég verð að segja að ég meina, þú ert sköllóttur. Hvað áttu við? Ég á bara við það að þú ert sköllóttur. Nauða sköllóttur. Þú átt sem sagt við að hárið á mér sé bara ímyndun. Já. Og þessi lokkur hérna, þetta sé bara ímyndaður lokkur. Já. Og þessi sársauki sem ég finn núna er bara ímyndaður sársauki hérna. Já. Laugrétt. Menna, sjáðu bara sjálfur hérna. Getur verið, læknir, að þú bregðist svona við vegna þess að þú ert öfundsjúkur af því að þú ert rauðhærður? Bíddu, hvað áttu við? Nú, þú ert rauðhærður. Nei, ég er ekki rauðhærður. Ég var einu sinni rauðhærður og leið mikið fyrir það. En í dag var ég blessunarlega sköllóttur. Ert þú sköllóttur? Já, ekki stingandi strá á hausnum á mér. Jæja. Ég sé að við komumst nú ekkert lengra með þetta. Ertu bara blessaður? Sko, þú ert ekki frekar sköllóttur, heldur en ég. Og takk fyrir komuna! Ég fer aldrei svo úr húsi að ég hafi ekki meðferðis lítinn kettling. Ég get geymt hann í vasa mínum, eða í töskunum minni, eða í bílnum. Svo ef einhver spyr mig svona, heyrðu, veist þú einhvern sem þarf að losna við kettling? Það held ég nú, segi ég, dreg krúttið fram og færi viðkomandi. Hann eignast nýjan vin og ég losna við umstangið sem fylgir því að ala, fóðra og dröslast með lítinn kettling. Jæja. Það var bara að slappa af og koma sér vel fyrir. Þetta er alveg að koma hjá mér. Það þýðir ekkert að taka myndir af mig, ég er svo ljót. Nei, hvað er þetta? Jú, ég er alveg ógeðslega ljót. Nei, þú ert mjög, bara rosa sæt. Nei, ég er mjög ljót. Vistu það, mér finnst þú vera mjög falleg stelpa. Vistu það? Þetta er cutie pie. Vistu það? Já, viðst þú vera svolítið skvísa. Er það? Já. Nei, þú ert að plata mig. Ói, ekki, ég er ljót. Það þýðir ekkert að taka myndir af mér. Vistu það? Í alvöru, mér finnst þú vera meira átt að lagleg. Veist. Ég meina, værirðu til í kannski að hitta mig á eftir? Hitta þig? Já, bara eitthvað svona afslappað kannski. Gera hvað? Bara út að borða, til dæmis. Hvert? Bara eitthvað svona. Í alveg myndi þið langa til að hitta mig á eftir? Já, bara eitthvað afslappað. Ekki bara svona pulsuvagnin eða svona? Pulsuvagni? Nei. Nei, eitthvað romantískt. Hérna, hefurðu setið fyrir einhvern tímann áður? Ég? Já, með
Eða ekki, hefur ekki eitthvað verið í fyrirsætu? Ég? Já. Þið kannast eitthvað við þig? Eða ekki? Nei, oj, bara þú bara fíblast í mér, oj, þú myndir aldrei vilja láta sjá þig með mér, sjáðu hvað ég er ljót. Sérðu hvað ég er ljót? Veistu það, ég veit alveg hvað ég er að tala um. Ég er búinn að vera í svona bransa hérna, bak við þessa linsu allan þennan tíma og ég veit hvað ég er að tala um þegar ég segi að þú hafi fallegt andlitsfall í alvöru. Þú ert með rosalegt andlitsfall. Hárið til dæmis er óskaplega fallegt. Veistu það? Já, ég meina þetta með fallegt. Þetta er alveg með þetta alveg spesial kastaníu brúna hár, sko. Maður sér ekki svona hár, sko, nema kannski, þú veist, í París, sko. Finnst þér ekkert á gróft, eða slett? Nei, alveg, mér finnst þetta bara akkurat það hár eins og það er verið að vera með. Augun líka, maður, alveg rosaleg augu, svo mikið cutie pie, maður, ég er alveg bara hérna, það er eitt með mig. Já, í alvöru, ég meina, það er alveg satt. Nei, ég er ljót. Ég er mjög ljót. Ég er ógeðslega ljót, þú ert ekki að segja satt, sérðu hvað ég er ljót. Oj, sjáðu þetta. Ég er ljót, ég er alveg ógeðslega ljót. Nei, þú ert ekkert ljót, þú bara myndast ekkert vel. Hann var of ungur. Hún var of gömul. Þeim var meinað að elskast. I love her, Mom. It's a matter of my heart. It's nothing I can do. But she's 92 years old, Angus. I don't care, Mother. She's in my heart now. Columbia Pictures kynna Óskarsverðlaunamyndina Bridge over Troubled Water. Where are you going, Elsie? I'm going to see the one I love. I got myself a young gentleman. Byggð á metúlubókina A Matter of the Heart eftir Emily McAndrews. Don't you die on me now, Elsie. Farewell, me young lover. Farewell. Bridge over Troubled Water, sýnd í regnboganum. Ok, strákar. Þið vitið það kannski að það hefur verið mikill innbrotafaraldur allan bæ og nú skulum við dreifa okkur bæinn og láta lítið fyrir okkur fara og sjá hvað sem henni vísar í. Donni og Kalli, þið takið Vesturbæinn. Og Jonni og Benni, þið takið Austurbæinn og Þingholt. Þið farið í dulargerfin fram í afgreiðslu og við guðana bænum, strákar. Farið varlega þarna úti. Benni, ég þarf að tala við þig. Kynþáttafordómar hafa mikið verið í deiglunni að undanförnu og ekki að ástæðulausu. Innflytjendum fjölgar stöðugt á Íslandi og í ljósi þessa langaði okkur að komast að því hvort að örlaði fyrir kynþáttafordómum hér á okkar litla landi. Sigurjón Kjartansson, þú fórst á stúfana. Já, það er rétt og niðurstöðunar voru vægast sagt sláandi. Ég ákvað sem sagt að dulbúa mig sem kynverja. Fara út meðal almennings og sjá hvaða viðtökur ég fengi. Viðtökurnar voru vægast sagt óhugnanlegar. Fólk hló að útliti mínu og kynþætti og fannst greinilega eitthvað sniðugt að ég væri frá fjarlægu landi og
talaði framandi tungumál. Er ennþá öskudagur hjá þér, góð minn? Dæmigert það. Takk. Er þetta eitthvað grín? Ég átti mjög erfitt með að trúa þessu. Ég ákvað að svara nokkrum atvinnuauglýsingum og sjá hvaða viðtökur ég fengi. Ég ákvað að skrá mig undir nafninu Ho Chi Ding Dong og fór í nokkur atvinnuviðtöl. Ho Chi Ding Dong. Ho Chi Ding Dong. Hvað er nú þetta? Ding Dong. Hvað vantar þið? Já, ég var að vekja vinna. Er þetta nú eitthvað... Er þetta eitthvað grín? Er þetta eitthvað sjónvarp? Eitthvað fyrir hérna... Ég heita Ho Chi Ding Dong, ekki grín. Ég kannast nú eitthvað við þig, síðust mér. Hérna... Míkrafónar og allt bara, hérna, já. Vil ekki bara fara og grínast einhver staðar, annar staðar? Þetta nú meiri múnd en enginn á þér, maður, ha? Jæja. Vil ekki bara... Þetta er nú helvíti fínt. Hvað er að vinna? Þú kynþáttahattur. Kynþáttahatturinn. Ég hef aldrei séð hann aðeins. Kynþáttahatturinn. Kynþáttahatturinn. Nei, er þetta ekki einhver brennbara? Er þetta ekki einhver fíflagangur? Þér finnst þetta kannski fyndið? Hvað er þetta? Það er kannski fyndið, það er fullt af asísku fólki sem er atvinnulaust hérna og... Þetta er grín. Er þetta ekki einhver... Ég er ekki eitthvað falin myndavél, það er nú alveg... Það var allt á sömu bókina lært. Alls staðar var ég hafður að háðu og spotti. Mér leið mjög illa eftir þennan dag, fannst ég niðurlægður og gerður að allægi. Ef að þetta er sá raunveruleiki sem að við Íslendingar ætlum að bjóða útlendingum upp á, þá megum við allt eins búast við því að við förum að fá þetta sama viðmót á ferðum okkar erlendis. Þess vegna segi ég við ykkur kæru landar, látum ekki kynþátt og útlit fólks byrgja okkur sín. Hættum kynþáttafordómum. Reykjavík, borg óttans. Glæpamenn vaða uppi og enginn fær rönd við reist. Nú snýr lögreglan sér til þín. Hjálpað okkur að hjálpa þér. Tilkynntu glæpinn áður en hann gerist. Hringdu í 112 og kærðu og þú gætir unnið ókeypis pizzu. Þakka þér fyrir hjálpina, vinnur, og verði þér að góður. Taktu þátt í skemmtilegum leik. Allir þeir sem hringja á tilkynnum glæp fá nafnið sitt í pizzapottinn og á hverjum degi fá 4 heppnir uppljóstrarar ólgandi pizzu senda heim til sín og gosdrykk að eigin vali. Stöðvum glæpi, borðum pítsu. Lögreglan. Langar til að spyrja þig, Sigurjón, í sambandi við þessa fóstbræðraþætti. Já. Fannst þér þetta aldrei erfitt? Ég meina, ég persónlega sko á ákveðna svona lífsreynslu í sambandi við þetta. Veist, ég sat inn í bíl, var að læra texta minn og það var sólskín, og maður hugsaði, veist, hvers vegna er ég hér, veist, hvers vegna er ég ekki út í náttúrunni? Hvað, ég meina, nú hefur þú auðvitað unnið í fleiri sjónvarpsþáttum og hefur reynslu að svona vinnu, en ég meina samt finnst þér ekki ólíkt og erfitt? Jú, sko, ég á við svona ólíkt sko öðrum störfum sem maður hefur unnið. Skilur, ég hef unnið á bar, veist, og við uppskipun og það eru mjög erfið störf, samt sko, þetta er svo gjör ólíkt einhvern veginn, skilur.
Og líka einhvern veginn, þú veist, ég fór til dæmis einu sinni til Sevilla, skilur, á spænskunámskeið. Og það var svo mikið högg. Já. Skilur, þetta er svolítið svipað. Já. Ég meina, þú er búinn að vera alveg, við erum búin að vera frá 9 á morgnana til 12 á kvöldi. Já. Ég meina, þú ert fjölskyldumæður. Ég meina, þú veist, maður kemst ekki einu sinni í banka, skilur. Þú veist, maður bara kemst ekki í banka. Ég kemst eiginlega aldrei að fyrir þér. Bara, þú veist. Fyrirgefðu, ég ætla ekki að... Sigurjón, ég var að spyrja þig og ég ætla ekki að vaða yfir þig, skilur. Tala þú, ég þoli ekki persónulega þegar verið vaðið yfir mig, skilur. Þú veist, maður er að tala eitthvað, langar að segja eitthvað, maður bara brennur inn í mig, maður kemst bara ekki að. En þeir eru einhverju aðrir sem vaða yfir mann, ég þoli það ekki, ég er ofta en því, svo bara láttu það vaða nú og tjáðu þig. Ég var að spyrja þig, ég vil fræðast um þig, ég vil segja þig hvað þið finnst. Tjáðu þig bara um það. Hér hjá okkur er Philip Brosny, betur þekktur undir nafninu Philippus Bragi, sem er jú hið íslenska nafn hans. Vertu velkomin í þáttinn. Hjartanlega. Nú eru 26 ár síðan að þú komst hingað til landsins. Já, kannski ekki alveg 26 ár. Eða eitthvað slíkt allavega, en þú komst hingað fljótlega með fjölskyldu þína og festir hér rætur, er ekki svo? Það er svo, 26 ár, svo þegar ég kom hér, það var landið brikkað af luftmýkt. Það var mikið loftókyrrð þegar þú komst í vélinni? Nei, bara leikalt. Líkar? Kalt þá og... Bara. Já. Svo var 26 ár að grima. Bara grima þetta. Það er fínt, ekki lofnýtt. Já, það var ekki ónýtt, nei. Já. En segðu mér, nú ert þú eitt stærsti útgefandi íslenskra nútímabókmennta. Bókmenntur? Já, bókmenntum, já. Hvenær fékkst þú áhuga á íslenskum kúltúr? Bara íslenskra kúltúr, þetta var í fyrsta brjóst, svo ekki verið. Það var þannig, bara í fyrsta brjóst. Hún var brjóstmylkingur? Bara. Einmitt, en finnst þér við Íslendingar í dag vera menningarþjóð? Nei. Nei? Nei. En hvað finnst þér þá íslenskar nútímabókmenntir? Það er ekki hægt að tala í alvor. Það er bara bókmenntir, það er ekki brjóst. Það er bara bókmenntir ekki brjóst. Íslífi. Það er bara ganga einn langi veg. Já, ganga einn langa veg. Það er bara opna, ekki vera. Nei, ekki. Þetta brútlandi með drýtt með því var þetta ekki með því. Já, en snúum okkur þá að öðru. Nú talar þú reiðbrennandi íslensku. Ekki ríða mér. Nei. En börninni hjálpuðu þeir ekki mikið við íslensku námi? Börnin mín alltaf ríða pappa sín í íslenska. Alltaf ríða, alla dagur. Börnin eru fjörkálfar. Stríðin fjörkálfar. Já. Það var gaman að fá því í þáttinn. Nei. Já, það fannst allavega mér og vonandi okkur. Hjartanlegar þakkir. Nei. Samt sem áður og vertu blessaður og sæll. Góndu og sæll. Já. Bara ríða þér. Takk fyrir. Takk fyrir. Já. Takk. Jæja, þá er þessi þáttur á enda runnin og aldrei hann kemur tilbaka. Stundin er liðin, hún kemur ekki aftur eins og fugl sem hefur flogið burt og flýgur ekki aftur heim. Já, nema náttúrulega að þetta verið endursýnt, aldrei að vita. Já, eða gefið út á myndbandi. Já, en við hittumst allavega aftur að viku liðinni. Nema ef eitthvað okkar myndi deyja. Já, en það er nú önnur saga. En takk fyrir, bless. Ekki myndi deyja, ég finna að þá er þið bara eitthvað annað fengið í staðinn. Já, ég er alveg úrvinda maður. Hvað er fínt það eitthvað? Ég er bara svo þreytt, maður er búinn að leggja svo mikið á sig. Leggja á sig eitthvað? Bara ég var, þú veist, leika mörg hlutverki sem þetta og ég verði svo lengi að undirbúa mig fyrir það.
Já, einhvern veginn undirbúning. Ég hef ekki tekið því. Nú, þú náttúrulega undirbýrði aldrei af því þú ert náttúrulega amatör. Þú er alltaf það, ég er atvinnuleikari, þú ert amatör og þú líka. Þú lærðir. Ég lærði. Sko, ég nefnilega þurfti ekki að læra. Veistu, þetta er alveg satt, Sigurjón. Þú ert amatör og þú líka. Við erum ekkert að rífast. Sko, þegar maður er að vinna svona saman. Við erum ekki að rífast. Þeir kunna bara ekki ákveðna grundar hlut. Það er allt í lagi. Við getum alveg sko aðalega okkur, skilur við. Við erum eina. Svona amatörði. Já, í alveg.